Verkefni 7 svipað þessu dæmi sem við vorum að taka núna áðan, að við erum að búa til þetta viðmót sem að tekur við upplýsingum og birtir þær með prompt, confirm og alert. Það sem við ætlum að gera í þessu tilfelli í raun að útfæra almennt reiknirit Caesars, sem þessi svona rotation algoritmi sem að tekur einhvern streng í einhverju stafrófi og hliðrar því ákveðið marga stafi, í okkar tilfelli bara til hægri, og í raun þá býr til nýjan streng sem lítur þá einhvern veginn út eins og eitthvað bull, en í raun og veru út af því að nú var hliðrað eitthvað ákveðið. Og þetta fer aftur til hans Caesars sem sagður hafa gert þetta fyrst með í raun hliðrun upp á 3 til þess að senda dulkóðuð lykilorð, þó þetta sé síðan í rauninni afskaplega auðvelt að brjóta en gaman að útfæra. Og það þá þannig að það þetta index.html sem að vísar í þetta scripts hjá okkur og við ætlum að útfæra allt í þessu forriti. En ef við skoðum aðeins lýsinguna fyrst, þá höfum við þetta viðmót sem að byrjar á því að spyrja notandann: viltu kóða eða afkóða streng, skrifaðu kóða eða afkóða, og síðan ef þetta ekki, ef annarkvort af þessu ekki slegið inn, þá sagt ég veit ekki hvað þú ert að biðja reyndu aftur og byrjaðu upp á nýtt. Svo enn frekar þegar að næsta inntak beðið þá hversu mikið á að hliðra strengnum, og þá beðið nákvæmlega heiltölu á bilinu 1, frá og með til og með 31. Og ef það gengur ekki, þá segjum við það sem þú slóst inn ekki heiltala á bilinu, reyndu aftur og aftur byrjaðu upp á nýtt. Og að lokum beðið streng sem á að hliðra þá til þess að afkóða eða kóða með hliðrun n. Og ef það ekki gefur upp strengur, þá gafst ekki upp streng. Og ef við gefum upp strengur sem inniheldur ekki stafi í íslensku stafrófi og bil þá þar með talið, skal birta að þú gafst upp stafi sem ekki hægt að eitthvað, þá gott að geyma þessa stafi í einhverju fylki og þá hægt að nota þetta join til þess að birta þótt. Og svo að lokum í raun bara birt niðurstaðan fyrir það sem að notandinn sló inn í alert. Og það í raun sýnilausnin notar þetta hér og þetta nægilegt til þess að útfæra þetta. Við erum aftur með eitthvað svona snyrtilegu kóði og þá svona dæmi hvað ósnyrtilegur, alveg extremely ósnyrtilegur kóði og svona hvernig þetta lagfæra hann til þess að líta aðeins betur út. Og síðan útfærsla á þessum encode og decode föllum sem að þá sjáum að taka inn streng og hliðrun, og síðan að taka við inntaki frá notanda og framkvæma þessa sannreiningu á það að þetta sé allt saman satt og rétt, þetta inntak, og síðan í raun að og að staðfesta það. Það ekki krafa það að staðfesta í þessum encode og decode föllum að það sé allt saman réttar, þó svo mætti alveg gera það. En ef við skoðum þetta hér, þá þetta fall þá hugsað til þess að hér sé tekið á móti inntakinu frá notanda og í raun keyrt viðkomandi fall eftir því hvað búið að velja, og þessi föll sjáum við bara nákvæmlega það að hliðra strengnum og þá skrifa út það sem að á að skrifa út. Hérna búið að skilgreina síðan bara allt íslenska stafrófið, og svo neðst eru svona test, þannig að við getum notað þetta svona til þess að asserta að í raun eitthvað sé eitthvað annað. Þannig að við vitum til dæmis það að ef við erum að fara að kóða A með hliðrun upp á 3, þá á það að verða D. Ef við ætlum að gera það fyrir afkóða fyrir D, þá á það að verða A. Þannig að þetta svona eins og við erum búin að setja svona lítil test í forritið okkar. Þannig að þegar þeir eru búin að útfæra þetta allt sem er rétt, þá ekkert að birtast í konsolinum, en ef við hins vegar gerum eitthvað files til dæmis svona, þegar ég keyri upp þetta, það sem gefið í þessu, þá fæ ég assertion failed og þá raun að segja mér að þetta allt sem hann klikkaði. Og síðan leiðu ég klára að útfæra þetta rétt, þá hætti þetta að koma. Assertion svona, það þarna til þess að staðfesta að eitthvað sé satt. Þannig að leiðu þetta hættir að birtast hjá okkur,
þá eru þið komin og þið getur jafnvel sem sagt ef að förum hérna í þetta getur prófað ykkur áfram með svona með hérna TDD eða Test Driven Development sem mjög skemmtilegt þar sem að þið getur byrjað á því bara að leysa þetta hér þannig að þið getur tekið öll þessi hérna og þið getur bara fókusað á þetta hérna ok, ég vil núna að þetta hérna verði rétt þannig að þá get ég bara gert hérna ok, það verður rétt ef að fyrir A að ég skila D, ok, ég get bara gert hérna return D ok og þá verður þetta svolítið pirrandi þegar við erum að vinna þetta þannig að við getum í raun við getum kommentað þetta út Heru, shit, ég er komin alveg fram með hérna, ég skal drífa mig að klára þetta og þá kemur ekkert núna upp hérna ok, D var í lagi ok, svo ef ég enkóða allt stafrófið þá gerist þetta nú fæ ég það, þannig að nú get ég í raun haldið áfram og það ekkert sem bannar ykkur í raun að búa til ykkar eiginar sörsun hérna á að vera DE þannig að þá get ég haldið áfram að búa ykkur til þessi test case eins og við viljið en bara að lokum til þess að þið sjáu aðeins hvernig í raun öll keislan gegnum þetta á sér stað þá fáum við svona, ef ég ger eitthvað hérna þá kemur, ég veit ekki hvað aðgerð þetta reynda aftur kóða eitthvað, þetta er ekki heiltala reynda aftur kóða S er ekki heiltala reynda aftur kóða 3 geð upp streng halló heimur þá fæ ég út jötuskóku þannig að þetta er það sem að þið ætlaði að gera og ef ég myndi senda þetta tilbaka þá myndi ég fá halló heimur út þannig að þetta er verkefni 7